við erum ljós, við erum ekki hugsanir okkar. Við erum ekki viðhorfin, dómarnir eða gagnrýni, við erum bara orka. Og ég segi alltaf við erum geislar Guðs og við höfum ráðstafað þessu ljósi í hvaða farveg sem er. Ljósið tekur engar afstöður og þegar ég er í vitund, veita þér athygli, þá kostar það nánast ekki neitt. Straumurinn er lítill og upplifunin sé kannski sterk. Leið og ég fer að einbeita mér, dæma, gagnrýna, taka afstöðu eða mynda mér einhvers konar skoðanir, þá fer meiri straumur á það að því ég þarf að festa það í sessi því að það er að réttlæta mína sjálfsmynd sem hefur ekkert með því að gera. Að meðaltali fáum við 3-4 tækifæri á lífsleiðinni til að vakna til vitundar og það að vakna til vitundar það að við sjöum þetta ljós eða þessi orka að það virðist hjá nútímamanninum krefjast einhvers konar þjáninga eða skal ég segja árekstra. Þegar maður vaknar þá allt í einu skilur maður að maður er ekki hugsanir sínar. Þó maður sé búinn að gera sömu hlutina aftur og aftur og sé komin annarri niðurstöðu sem nákvæmlega sama maður komst þar áður, þá allt í einu vaknar maður og segir, ég hef verið hérna áður. Og ég skil á því augnabliki að tilvera mín er bara byggð á því sem ég segi eða kalla orsök og afleiðingu. Það er ekki hægt að blikka augnloki á þess að hafa áhrif og allt hefur afleiðingar. Og þegar maður fær þetta aha-tækifæri, þá skilur maður á því augnabliki að við erum ekki þessar hugsanir, við erum ekki þessi viðhorfið skoðanir, við erum hins vegar stödd í afleiðingum hugsana og gjörða. Og á þessu augnabliki þá vaknar maður til vitundar, maður finnur fyrir tengingu sinni við almættið og áttar sig á því að maður er orka, sál, kærleikur. Þar er frelsið. Þegar maður vaknar, að þá í raun og veru er þetta svona eins og vá, maður bara vaknar, eins og maður sé að vakna á morgnana og það er rosalega fallegur dagur og það er ekki komnir einhver áhyggjur á daginn. Maður getur gert við daginn hvað sem er. Og það að vakna, að það gerist ekki bara einu sinni. Maður vaknar oft og svo gleymir maður sér og vaknar aftur. En þegar maður er búinn að fá innsýn í það að vera vakandi, í frið, í kærleika, í umhyggju, að þá fer maður í raun og veru að vilja vera vakandi. Athygli er fallegasta orka sem getur. Og orka er lífið, eins og það leggur sig. Allt gengur út á orku og það er ekki hægt að eyða orku. Það er bara að vera inni. Það er ekki að eyða peningum, það er ekki að eyða tíma. Það er að ráðstafa, verja og veita ljósi, peningum, ást, orku í þann farveg sem maður vill. Og þegar maður er vaknað til vitundar, að þá er maður komin í vitund það að maður er þessi orka og maður getur varið henni í vansæld eða velsæld en það eru afleiðingar.